Allir þrír bankastjórar Seðlabankans áttu fund í dag í stjórnarráðinu með forsætisráðherra. Hann segir fundinn hafa verið til þess að fara yfir atburði síðustu daga í efnahagsmálum. Gott kvöld, nú hefðist fréttir laugardaginn 27. september. Geir H. Haarde forsætisráðherra kallaði alla bankastjóra Seðlabankans til fundar við sig í dag til að fara yfir stöðuna í efnahagsmálum. Hann segir fundinn ekki hafa verið krísufund. Fundurinn var haldinn í stjórnarráðinum og þar Þórdís Arnljótsdóttir. Þórdís, óvenjulegt að forsætisráðherra kalli Seðlabankastjórana alla á fund á laugardegi? Jú, ég myndi nú segja það sjálf að þessi fundur væri óvenjulegur og tímasetningin, en forsætisráðherra segir svo ekki vera, eins og fáum að sjá hér í viðtali á eftir. En það var nú bara fyrir einskæra tilviljun að ég og myndatöku maður sjónvarpsins vorum fyrir utan stjórnarráðið, það rétt fyrir klukkan 4 í dag. Þá sáum við skyndilega alla seðlabankastjórana ganga út úr stjórnarráðinu. Davíð Oddsson, Ingimund Friðriksson og Eirík Guðnason. Þeir komu sér í bíl og hröðuðu sér á brott en höfðu þá tíma til að vinka okkur smávegis. En á fundinum var líka forsætisráðherra og Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, Tryggvi Þór Herbertsson efnahagsráðgjafi forsætisráðherra og fulltrúi fjármálaráðuneytisins. Og svo rétt fyrir klukkan 6 þá kallaði forsætisráðherra okkur inn í stjórnarráðið og veitti okkur viðtal. En nú voru hérna allir seðlabankastjórarnir þrír hjá þér á fundi, það ekki óvenjulegt? Nei, það ekki óvenjulegt, það gerist miklu oftar heldur en þið haldið nefnilega. Þeir koma hér oft. En eftir að hátíðarlega þetta nú óvenjulegt? Nei, ekki heldur, þegar svona stendur á. Ég hef ekki haft tíma til að tala mikið við þá í þessari viku, þannig að mér fannst rétt að fá þá til fundar hérna núna. Hvað að tala? Nú, við vorum auðvitað að tala atburði vikunar og bara okkar sameiginlegu verkefni. Stóra tíðindamenta? Ég get ekkert svarað því neitt. En þarna við fórum bara yfir þessa hluti og eins og eðlilegt eins og þeir eru alltaf að tala um vegum að gera. En það annað, nú kom fram í fréttum hjá okkur í gær að Seðlabankinn hafi ekki, í Bandaríkjunum, hafi ekki viljað semja, gera skiptasamning við Seðlabanka Íslands. Er það ekki vonbrigði? Nei, ég ætla ekki að segja neitt meira það mál en það sem bankinn hefur sjálfur látið frá sér fara þetta. Það virðist vera einhver misskilningur í gangi hérna heimum það að Seðlabanki Bandaríkjanna sé eins og einhver kjörbúð sem allir geta bara farið í og valið sér í korfuna. Auðvitað er það ekki þannig. Menn koma með allskyns svoköldu bjargráð af öllu tagi, svona meir og menn út í loftið. Og stundum finnst manni nú að þeir sem að tjá sig þessa hluti hafi ekki alveg forsendur til þess eða hafi kynnt sér málin til hlítar. En af hverju var enginn frá Samfylkingunni hérna, ráðherrar? Það er engin sérstök ástæði fyrir því. Þetta er bara ég, forsætisráðherrann, að koma heim að ná öðrum. Catch up eins og þetta er í Ameríku. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, vissi ekkert af þessum fundi í dag þegar fréttastofan hafði samband við hann, en hann sagði fundinn samt vera hið besta mál. En fólk úr viðskiptalífinu sem við höfum verið að tala við í dag virðist svona nokkuð á einu máli það að þau tíðindi sem við sögðum frá í sjónvarpsfréttunum í gær að Seðlabanki bandaríski hefði ekki viljað gera gjaldeyrisskiptasamning við Seðlabanka Íslands, að það séu mikil vonbrigði. Við töluðum við forstöðumann greiningardeildar Landsbankans fyrir í dag. Já, mér finnst þetta veruleg vonbrigði að okkur skuli ekki hafa tekist að spyrða okkur saman við hin Norðurlöndin, þannig að við séum tekin sem hluti af þeirri efnahagsheild. Seðlabanki Bandaríkjanna og þeir seðlabankar sem ég myndi kalla í meistaradeild heimsins, þar að segja Evrópu, Englandsbanki, Kanada og Sviss, Japan, þeir hafa gert með sér svona gjaldeyrisskiptasamninga fyrir nokkru síðan og þeir samningar hafa verið framlengdir. Og núna sýnist mér vera komið af löndunum sem eru talin þá í fyrstu deild. Það eru þá Norðurlöndin og Ástralía og við fengum greinilega ekki að vera með þar og það eru veruleg vonbrigði. En ég vonaði þetta að við séum þá í annarri deild með þá löndum eins og Nýja-Sjálandi þar sem að menn eru þá flokka lönd sem eru þá smærri og með meira svona ójafvægi í sínum þjóðarbúskap heldur en þessi lönd sem þá eru í meistaradeild og fyrstu deild. Stóru tíðindin í Bandaríkjunum vestanhafs núna síðustu daga í efnahagsmálunum hafa einmitt gerst helgar. Bankar hafa farið á hausinn eða Seðlabanki Bandaríkjanna hefur tilkynnt eitthvað
í upphafi mánudags. Við vitum ekki hvað þessi helgi ber í skauti sér hér á Íslandi. Það gætu komið tíðindi á mánudaginn, eða ekki. En við látum þessu lokið í bili hérna úr miðborginni. Takk fyrir það, Þórdís Arnljótsdóttir. Vextir á nýjum íbúðalánum Kaupþings lækka í 5,9% á mánudaginn. Bankinn býður lægri vexti en viðskiptabankarnir en íbúðalánasjóður lægstur. Ástæða þess að Kaupþing lækkar vexti hagstæð útkoma úr skuldabréfaútboði bankans í gær en tilboðum fyrir 1 milljarð króna var tekið. Bankinn reiknar með að á næsta ársfjórðungi lánan samtals 1 milljarð króna til íbúðakaupa sem mun minna en fyrir lægðina sem nú á fasteignamarkaði. Vextir á íbúðalánum án endurskoðunar ákvæðis eru lægstir hjá íbúðalánasjóði 5,4% en hjá hinum viðskiptabönkunum tveimur eru vextir hærri en hjá Kaupþingi 6,3% hjá Landsbankanum og 6,5% hjá Glitni. Kaupþing ekki með ákvæðum endurskoðun vaxta á íbúðalánum á 5 ára fresti eins og aðrar lánastofnanir bjóða upp á. Eftir 1 ár verða vextir á slíkum lánum endurskoðaðir í fyrsta sinn. Greiningadeild Landsbankans áætlar að raunvextir munu hækka á þeim lánum 2%. Í hagspá deildarinnar sem kynnt var í vikunni gert ráð fyrir að nærri þriðjungur af íbúðalánum bankana sé með endurskoðunar ákvæði og að frá hausti 2009 og fyrri hluta ársins 2010 komi vextir á 5.500 lánum til endurskoðunar fyrir samtals 64 milljarða króna. Tómlæti og áhugaleysi ríkir gagnvart málefnum efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og stuðning yfirmanna skortir. Þetta segir fráfarandi yfirmaður deildarinnar. Áformum fækkun og uppstokkun deildarinnar boði ekki gott fyrir rannsóknir og afgreiðslu mála. Þegar Helgi Magnús Gunnarsson tók við stöðu yfirmanns efnahagsbrotadeildarinnar í byrjun árs 2007 voru 19 manns í deildinni. Nú eru þeir 15 og gert ráð fyrir enn frekari fækkun. Hans eigin staða verður lögð niður næstu áramót. Það búið að boða og gera þær tillögur framhaldið að þessu verið skipt upp. Að við fækkaðum enn eina stöðu lögfræðings sem mjög alvarlegt áhyggjuefni því að það lögfræðilegi þátturinn þessa mála sem svo mikilvægur ef við ganga fyrir dómi. Það þessi nægjanlegu lögfræðilegu stuðningur við rannsóknina. Og það hefur verið skorið niður hjá okkur yfirvinna þriðjung. Í aðalatriðum finnst mér þetta endurspegla svona ég hef áhyggjur af áhugaleysi á þessum málaflokki og ákveðið svona tómlæti í garð hans. Efnahagsbrotadeildin hefur sagt gagnrýni á undanförnum misserum fyrir langa málsmeðferð. Helgi segir þá gagnrýnið að hluta til réttmæta en bendir á að deildin hafi verið undirmönnuð á sama tíma og mál hafi orðið stærri og flóknari. Hann hefur reyndar lagt til að starfsmönnum verði fjölgað verulega. Honum líst einnig illa á áformum að aðskilja rannsóknar og saksóknarhlutan eins og til stendur að gera næstu áramót. Það ágefni ef að áfra skipta þessari deildu upp, fækka í henni enn frekar og draga úr þessari markvisni í vinnubröðum sem fest með því að þessi litli hópur sem nú 15 vinni þú allavega saman en ekki sitt hverju húsinu með lengri boðleiðum og öðru slíku. Finnst þér ríkislögreglustjóri sína þessari deild nægan stuðning? Ég svo sem mitt álitaefni, mín skoðan bara svo að það að tryggja að þessi fjármunir haldist í deildinni og það sé skortir nú nokkuð á að það áherslur séu fyrir hendi í augnablikinu.